Já, komið sæl aftur, við erum komin hingað á Blönduós, það stendur mikið til hér, Húnavaka framundan og ég búin að nappa bæjarstjóranum Arnari Þór Sævarsinni hingað við Blöndubakka. Þið ekki bara að leggja síðustu hönd á plóginn núna? Jú, við erum hérna eins og kannski sést hér, þá verið að slá hérna í Fagrahvammi hjá okkur. Hér verður brekkusöngur á laugardagskvöldið. Og hér verður hérna sungið mikið saman og Ingo Veðurguðurnir mun stjórna hér fjöldasöng. Þið hafið sko aldeilis brekkuna til þess. Já, hér er full brekka og hér er mikil stemning hérna á Húnavökunni hjá okkur. Þetta er orðið árlegu viðburður, Húnavakan og brekkusöngurinn er lykilþátturinn í því. Já, Húnavaka, þetta er eins og segir gamalt fyrirbæri en er samt alltaf í einhverju endurnýjun eða hvað? Já, sem sagt Húnavakan í þessu formi sem hún er í dag er búið að vera eitthvað í 10 ár eitthvað svoleiðis og auðvitað er alltaf verið að laga til og snyrta en þetta fyrirkomulag hefur bara reynst mjög vel. Við erum farin að þjappa eins og meira saman yfir helgina. Þetta er orðið mikil tími og samkeppni tíma fólks. En Húnavakan er þannig að hér safna saman brottfluttir húnvetningar sem koma saman og hitta sína fjölskyldu og eru með svona míní-ættamót og þannig að þetta er bara mjög jákvætt allt saman. Já. Finnið þið fyrir auknum ferðamannastraumi kringum þessa helgi? Já, við gerum það. Þetta er náttúrulega yfir hásumarið og náttúrulega útlendingar sem eru að keyra hér í gegn finna það og nota tækifærið að stoppa og kynnast svæðinu og eru að skemmta sig með okkur. Og svo eins náttúrulega bara með Íslendinginn, hann kemur hér mikið og ef veðrið er gott, auðvitað spilar heilmikið í heilmikla rullu náttúrulega líka, en Íslendingurinn kemur svo sannarlega. Já, þarna er síðasta vélin þögnuð, svona er lífið bara. En sko, það er ekki allir sem átta sig á því, Arnar, þegar þið keyra bara svona í gegnum Blönduós, hvað hér er gífurlega fallegt. Það er bara þannig, sko, Blönduós bær að mínu mati, eins og þú veist, ég er náttúrulega alveg hlutlaus hvað það varðar, að er að mínu mati eitt fallegasta bæjarstæði landsins. Hér erum við Ósa Blöndu, það er ekki margir sem gera sig grein fyrir því að hér rennur áin Blanda hérna út í sjó fram og bara þessi fegur sem því fylgir og öldugangurinn sem hér er við ströndina. Hér hefur gróður tekið mikið við sér undanfarin ár og er svona farin að fanga svolítið, finnst manni bæjarstæði svolítið, fanga það svona að sér. Þannig að þetta er bara virkilega fallegt. Við pössum okkur á því að halda samfélaginu og bænum okkar hreinum. Hér sláum við ansi oft Þið sparið ekki þar? Við spörum ekki þar. Við viljum hafa þetta í lagi. Við viljum hafa þetta eins og garðurinn heima hjá okkur. Það er bara þannig. En það er náttúrulega mikill metnaður. En hvernig hvað má fólk veiða neðarlega í Blöndu? Já, það má í sjálfum sér veiða hér alveg niður í Ós. En aðal veiðistaðurinn er hérna aðeins fyrir ofan brúna, ekki langt fyrir ofan brúna. Og þar eru veiðimennirnir hérna löngum stundum. Þar eru nokkrir góðir staðir sem er veið á. En finnst ykkur mikilvægt að hafa veginn í gegnum bæinn? Já, okkur finnst það og en það er ekki þannig samt að við sem að móti vegstyttingum, alls ekki. Við erum að horfa á aðra vegstyttingar í því sambandi. Við erum að horfa á hér vegi náttúrulega kannski frekar uppbyggingu vegarins yfir Þverárfjallið, yfir á Sauðárkrók og veg yfir vötnin inn í Hjaltadalinn og í göng yfir í Hörgárdalinn. Þannig náum við töluverðum vegstyttingum, losnum við 2 fjallvegi og tengjum líka þar með byggðir landsins, eða byggðirna hér í Austur-Húnavatnssýslu og hérna Sauðárkróki og náttúrulega Hóla líka. Já, þannig að þið eru að horfa meira bara í heildina á Norðvesturland? Já, og við erum bara þeirra skoðunar og þetta er ekki bara mín persónulega skoðun, þetta er bara skoðun þeirra sveitarfélaga, held ég, sem ég geti fullyrt að þetta sé þeirra sýn á framtíðina. Auðvitað er þetta þannig vegauppbygging að þetta mun taka tíma að sjálfsögðu, en þetta sjá við samfélögin hérna fyrir okkur í þessu og vonandi innan skamms er þá að fara að hefja þessar vegaframkvæmdir. Já, nú hefur verið að tala að undanförnu svona dapra stöðu Norðvesturlands, hvað var þar íbúa, fjölda og svona. Hvernig er staðan á Blönduósi?
Staðan á Blönduósi bara góð, myndi ég segja. Íbúafjöldinn hefur staðið í stað, við höfum haldið sjó, en auðvitað það þannig að við myndum náttúrulega vilja sjá uppbyggingu, atvinnuuppbyggingu hér á svæðinu og erum náttúrulega vinnum mikið í þeim efnum að reyna að fá til okkar einhvers konar iðnað. Við höfum verið að horfa svolítið til gagnavera og vonandi gerist eitthvað í þeim efnum fljótlega. En það ljóst að Blönduós að menn eru farnir að horfa til Blönduós varðandi gagnaver sérstaklega með uppbyggingu gagnaver. Við erum mjög vel sveitsett þegar kemur á gagnaver. Við erum nálægt Blönduvirkjun, hér ekki jarðskjálftahætta eða eldfjallahætta og eins og ég segi stutt í rafmagn, stutt í ljósleiðarana og svo framvegis og við erum nógu landi. Þannig að þetta í rauninni alveg fyrsta flokks staðsetning fyrir gagnaver. Já, og veðrið náttúrulega dásamlegt svona ofan á allt annað. Já. En af Húnavökunni, hvernig mun hún fara fram? Núna þegar þetta viðtal verður sýnt þá það bil að hefjast mikil hátíð. Og hvernig verður þetta? Hátíðin verður sett á morgun, annað kvöld og þá Þá áttu við á föstudag? Á föstudag, já. Og þar við ætlum að byrja að vera með kótilettukvöld hér í félagsheimilinu og borða þarna úrvals lambakjöt. Já. Og svo verður bara dansiball á móti sól og svo það svona hefðbundið dagskrá á laugardeginum. Það þessi bæjarhátíð, þetta í föstum skorðum, þetta eru fastir liðir og hér náttúrulega öll söfnin okkar opin, heimilisiðnaðarsafnið og textilsetrið og kvennaskólinn sem ég náttúrulega hvet alla til þess að fara og skoða og svo náttúrulega bara vera hér hjá okkur og skoða umhverfið, ganga meðfram Bökku Blöndu eins og við erum hér stödd í dag. Já. Hér náttúrulega einstaklega fallegt. Þannig og svo annað kvöld, þá á laugardagskvöldi fyrirgefðu, þá brekkusöngur eins og ég nefndi áðan og þar er alltaf mikið stemning. Já, mikið sungið. Já. Hún veit ekki hvernig hún alveg að syngja. Já, það bara þannig. Og endar þetta ekki einhver allsherjarballi líka? Já, og Páll Óskar ætlar að enda hér í félagsheimilinu og ætlar að taka nokkra slagara. Já. Og hann hefur komið nokkru sinnum áður og það alltaf fullt út úr dyrum þegar hann kemur og hann slær alltaf í gegn. Góður hann Palli. Já, hann góður. Þannig að það í raun og veru alveg óhætt að beina fólki til Blönduós þessa helgi. Já, svo sannarlega. Veðurspáin flott. Hún alltaf góð. Já. Við erum á einu þurrasta svæði landsins þótt margir finnist það kannski hljóma hálfankanlega en þá það bara þannig. Hér mjög þurrt. Já. Og þannig að rignir bara eftir pöntunum. Það liggur við og við erum bara oft á tíðum að berjast við þurrka hér á svæðinu. Já. Þannig ef að fólk orðið leitt á rigningun einhvers staðar, þá kemur náttúrulega hingað á Blönduós. Það eitt að lokum, þið eru með ljósastaurinn ykkar einhvern veginn, það prjón utan á því. Er það einhver ný tíska eða hvað er það? Nei, á Blönduósi, hér erum við staðsett heimilisiðnaðarsafnið og sem að mínum mati eitt fallegasta safn landsins og ásamt því hér kvennaskólinn og textilsetur sem með starfsemi sína þar og við erum að koma okkur á framfæri með textilinn og prjónin og íbúar eru að taka þátt í þessu og eru að prjóna hér utan alla ljósastaura og staura og girðingar og ég veit ekki hvað og hér að koma í hverju mánuði á annan tug erlendra listnema eða listafólk sem að koma hingað og eru að fá innblástur í sín listaverk og gista hér í kvennaskólunum og þetta eitthvað til að hjálpa þeim að fá innblásturinn og ekki skemmin útsinni fyrir og með útsinni hér yfir Húnaflóan, Strandafjöllin og Ósinn. Já, glæsilegt. Það verður gaman hérna helgina og bara takk fyrir þetta kærlega, Arnar. Takk. Og við höldum áfram í stúdíónu eftir stutta stund. Bless þangað til.